Miklar áskoranir eru til staðar í flestum byggingum Háskóla Íslands þegar það kemur að aðgengi fyrir hjólastóla og þá sem eru hreyfihamlaðir. Styrmir Hallsson og Röskva hafa birt myndbönd á TikTok þar sem Styrmir kannar aðgengið og fjallar þær hindranir sem geta komið upp þegar einstaklingar sem nota hjólastól koma sér á milli staða í skólanum. Meðal þeirra sé læstar sjálfvirkar hurðir sem opnast ekki þegar ýtt á takkann, of brattir rampar og að hurðin að þjónustuborðinu á Háskólatorgi sé of þröng fyrir margar gerðir hjólastóla. Styrmir segir sumar byggingar vera betur en aðrar en að það séu áskoranir í þeim öllum. Mér finnst Háskólatorg með nokkuð gott aðgengi fyrir utan einhverjar læstar hurðir, eins og í fyrsta myndbandinu. Annars eru í raun töluverðar áskoranir í flestum byggingum sem að fólk sem er algjörlega bundið við hjólastóla eða fast í hjólastóla væri með erfitt að mæta í og mæta fyrirlestra eða sinna námi þar. Þannig kannski það skárra í nýju byggingunum en það eru vandamál alls þar sem hægt að leysa með einum eða öðrum hætti. Hindranirnar geti valdið þess að þeir sem nota hjólastól eða eiga erfitt með mikla hreyfingu komist ekki í fyrirlestra eða þurfa að standast verkjum til þess að geta komist í stofuna. Ég hef lent í einhverjum svona vandræðum hér og þar en af því ég get labbað smá. Ég með taugasjúkdóm sem að gefa mér kleift að labba örlítið en yfir lengri tíma þá verður bara mjög verkjaður. En það hefur tekið á mig verkin til þess að komast í stofuna í fyrirlestra. Röskva hefur unnið að tillögu aðgengisfulltrúa sem myndi vinna að því að bæta aðgengið fyrir alla í háskólanum. En svo þarf að koma svo á aðeins hærra stig og við erum að vinna að því að fá aðgengisfulltrúa í starf í háskólanum undir framkvæmdatæknisviði. Þar erum við manneskju sem að vinna að því að gera aðgengisúttektir og finna lausnir til þess að bæta aðgengi.